Einn af framhaldssögunum hérna við Rauðaborðið undanfarnar vikur hefur verið aukin vanlíðan fólks, kannski ekki síst barna og ungmenna í samfélaginu. Og til að halda áfram þeirri umræðu er hingað kominn Haukur Haraldsson, hann er sálfræðingur, sérfræðingur í klíniskri, sálfræði? Barnasálfræði. Velkomin. Takk. Þú starfar í Hafnarfirði? Ég starfi í Hafnarfirði, já. Ég vinn hérna 50% á fjölskyldu barnamálasviði og svo er ekki engastofu. Já. Búin að vera lengi að sinna börnum? Ég er búin að vera að gera það svona sem sálfræðingur síðan 98. En byrjaði nú 85. Síðan síðustu öld. Ég byrjaði 85. Það byrjaði ég að vinna í hérna Æskó í Hafnarfirði. Það var svona byrjaði þessi félagsmiðstöðarfílingur. Þannig ég er búin að vera í þessu frá því að ég var unglingur. Það sem ég hef spurt fólk svona fyrst, þá er það svo að börnum og ungmennum líði verr í dag en áður? Já, samkvæmt niðurstöðum rannsókna, þá lítur það út fyrir að við svona smá saman að síga til verri veg, sko, í því. Það er ekki þannig að við höfum, eða þau sem að svara prófunum hafi betri innsýnin í vanlíðan og að ungmenni hafi áður verið herftari og ekki vilja viðurkenna upp á sig vanlíðan og það er ekki þannig, heldur líður okkur bara einfaldlega verð. Já, sko, hvað er ekki að hvað er hænan, sko. Það setna með, sko, þessi kynslóðbreyting. Ég hef nú búin að vera lengi í þessu þótt ég sé ekki gamall og allt þetta. Við erum að sjá miklu upplýstari kynslóðir koma til og við höfum ræktað virkilega vel tilfinningalega þessa krakka og þetta unga fólk sem er orðið ungt fólk núna og það þýðir það náttúrulega leið að þau eru gjarnari að vilja fá að tala málin sín hjá sér, eru fljótar að spotta hvað er vanlíðan, hvað er þetta og hitt og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar við skoðum allar tölur og eins og ég segi, sko, þegar við horfum á börn í dag og ungt fólk, að þau eru miklu betur upplýstari og miklu betri manneskjur heldur við vorum af þess að ég þekki því, en bara við vorum miklu samanhertari og lokaðari kynslu. Begluðu kynsluðar. Og þetta skiptir máli þegar við skoðum þegar að vera að spyrja mig hvernig líðum var. Og það var þetta jákvætt. Það er mjög jákvætt. Það var þetta jákvætt eða hvað? Algjörlega. Og að því, sko, á samanskapi sjáum við að ef þú getur talað hvernig líður, þá ertu fljótar að finna fjölnaðinu og náður einhvers staðar og staðar sem þú vinnuðir síðan þaðan í lífinu sem er í eðri sem erfitt. Þannig það er gott og maður má aldrei gleyma því. Já, þannig að það er eiginlega það sem kannanir sína að börn og ungmenni eiga auðveldra með að tala vanlíðan sína. Já. Ekki það hún farið vaxandi. Sko, það er ekki endilega að vera, sko, það getur vel verið að fara í vaxandi og það er alls konar þættir sem þar kom að og það er svo sem hinn umræðan, sko, ég tók mig til og ég var að klára viðtölu á stofunum og ég spurði unga mann sem var hérna með mér og sagði, ég er að fara í viðtölu eftir hvernig er staðan á unga fólki og ég sagði, það er að vaxa vanlega en af hverju heldur það sé, það er svolítið gaman og hann hefði svolítið gaman að vera spurður eins og ég er að fara í podcast hann sagði, sko, það er rosalega mikið áreiti á okkur. Það eru sífellt í símanum. Hann sagði, ég vill ekki þessi vera minka símutíman, en það er stanslust áriti af því hvað maður á að vera, hvernig maður á að gera, hvernig aðrir að gera það og hann sagði, þetta er algjörlega þetta gengur endalust og á öllum vígstöðum og þetta smita sig inn í samskipti þeirra á milli, það er, sko, ég hef enga tölur sem segja að sé svo, nú er ég vitni sjálf með, en þetta það er alltaf drama, við erum alltaf að sjá sko að konfliktar eru svo algengir í samskiptum ef þú hefur ekki eins og maður fer yfir gólmál, ef þú hefur ekki boltað elda, þá ertu sífellt að finna eitthvað staðar, eitthvað vinkil á samskiptum, það sem þú býr til drama, þú býr til eitthvað svona emotionally disturbance, sko. Og þetta er það sem að þau sjá sjálf krakkarnir að samskipti vera flóknari, birtingamyndin og sjálfvegs eru flóknari og svo framvegis. Þetta segja að sé svona innbyggt í mannfélagið að ef að hópurinn veit ekki hvert hann er að stefna þá byrjar hann að jaga byrjar einstaklingarnir að jaga hvort í öðrum. Já, ég held að það sé bara í eðli manneskjuna. Við verðum alltaf að hafa eitthvað að gera. Við erum bara dýr sem þurfum alltaf að vera að býta í eitthvað eða narta í eitthvað eða að finna hvar við erum í hópum og það er óskup eðlilegt. En það bara flækir svo máli núna þegar þú ert komið með svo skekkt að mynda því hvernig á þetta vera þetta, hvernig leikurinn er, þessi svona félagslega hegðun okkar sem við lærum af, hún kemur þó þaðan, þessar myndir sem hefur verið byrt okkur af þessu. Og ég segi stundum þessu bara með stelpur að ef við horfum á tímabili var einhver flokkur, myndaflokkur sem var að horfa á hérna Mean Girls og í eðlisinu, þú veist, þú býr til
myndabálk fyrir krakka og miðverða ungustúrkum þar sem að gengur út á það að plotta, það er ekkert annað og megnaði þessum þáttum svolítið byggðið þannig upp, það er spennandi og við erum að kenna félagslega hegðun og þetta verður alltaf snúnara og snúnara, eigur streitu, eigur vanlegan, eigur óryggi og það er leið og ekki hvernig að mín sjálfsmynd verður að vera okkur ákveðin hátt sem við lifið þetta af. Þetta er bara mjög streituveigjandi og þá eru komin niður að því sem ég held að kristallast í þessu verstandi líðan og það er bara streita, hvort sem það er hjá ungu kynslóðinni eða okkar kynslóð, þetta kristallast í gegn. Þú ert að tala um sjónvarpsþættir eða þannig efni hafi áhrif á sjálfsmynd fólks. Þá er sjónvarpsþættir líka byggðir á menningun okkar og Vingöls er líklega að vísa til þess sem ofta verið talað að stúlknahópar á gelgjárunum geti verið einmitt svona fullir af undirferðlum og miklu flóknar í samskipti heldur en hjá numbónum sem að strákarnir eru sko. Akkurat. Já, og það er þannig, það er rétt. Þetta er egg og hæna. Já. Og hvort er vandamálið? Svo er það spurning sko. Það sem ég sitt kannski er þetta áriti er það svo miklu meira. Við gáttum svolítið valið okkar áritið hérna í gamla daga. Og þú hefur ekkert val og við setjum stundum upp fyrir okkur og minkar það á skjátíma og það er rosa ströggl. Þú mátt heldur ekki tapa af því hvað er að koma inn. Þú þarfst að sjá allt, þú þarfst að vera með og meiri segja bara það hvað átt að takina efni er ekki lengur ykkur þáttaræðir heldur það er í öllum þessu TikTok að kemur eitthvað lítið inn eða ykkur þegar hafa samskipt, nú vitna ég bara í þessar stúlkur, það tala í ykkur talhólf og Snapchat, þá er alltaf komið ykkur tjáningar samskiptaform sem við skiljum bara ekki sem foreldrar, það er ég ágætlega inn í þessu en maður stundum bara að klóra svo í kollinum og byrja hvað er þetta? Og það hefur ykkur þessi eigi líf og þá eigi lögumál og þau bara eins og Bubbi Mortens segja sko, það er ótti sem framkallar ofbeldi hún skapar streitu með að vera sífellt með áreiti sem einhver stjórnar og þetta verður svo flókið þetta sé svolítið kjarni fyrir akkur þau upplega meiri vanlegan Og þetta sé megin ástæða fyrir aukinni vanlegan eins og ég sé þetta sko, það er alls konar aðri þættir og eins og bara þetta með það eigur streitu það vantar upp á fjárhægin eigur streitu að vera í erfið námi ef að samband foreldrarnir slæmt eða skilningur og allt þetta er það bara eins og alltaf en það sem ég er svolítið að horfa á sem er nýtt eru þessi samfélagsmiðlar og allt þetta er bara köttur sem er erfitt að ná utan og það ekki batnar ástandi þegar þú hellir þessu yfir það er kannski slæmt fyrir já, og svo náttúrulega bara eins og með svefnin ég meina rannsóknar hafa sýnt okkur að svefnin hefur áhrif á aukna depur og aukinn kvíða og ég hef það alltaf þannig háttin á hvort sem það eru krakkar eða unglingar eða ungt fólk eða ég og þú sem koma tíminn út vanlegan, sérstaklega kvíða að það er alltaf að segja okkur hvernig svefnin og það bara, þú tekar alltaf við þessi bóks eða eitthvað sem er að svefni þegar þið líður ekki vel þannig að þessi grunnþarfir barna sínustu, hversu langt með rannsóknir það er að minnka svefn hjá krökkum og gæðans á samaskapi er að vera lagari og það hefur allt áhrif á sama level og það er síminn sem er að ræna börninsvefni það er alls konar, síminn og áritið út frá honum ég meina, hann Björn geðlæknir niður á Buglu talaði mikið fyrir blábirtunni af skjánum hvernig þau hefa ungt fólk hann var rýn í einhverja rannsókn sem talaði þetta að dönska rannsókn minni mér var að tala að það ætti helst börn upp að 2 ára aldrei ætti ekki að horfa sjónvarp þetta ná að skjátíma frá þeim en það er svo margt sem við erum bara að læra og hvernig áritið hefur áhrif á taugakerfið okkur bara grunn tölvunni í kollinum okkur og það er svo margt sem við erum bara eftir að skilja Þú segir að það sé mikið ströggl að reyna að minnka skjátíma næstuð í óyfirsteganlegt fyrir foreldra Já, þannig að við verðum bara að horfa á börnin okkar hverfa inn í eitthvað svona ástand og við vitum ekkert hvernig við komum út úr því Já, við þurfum að þóra að vera hugrökk og þá kemur svolítið aftur að þessu alveg eins og þegar ég vinn með ungu fólki eitt að megin þemanu hjá mér er að hjálpa að vera hugrökk að þóra svolítið að finna sína línu að þóra að segja nei en þóra líka að vera aðeins öðruvísi og allir þessi baki fyrir foreldrana er að þóra að setja mörk út frá einhverjum forsöndu sem þau treysta sér þess að standa bakvið
og það eitthvað sem að fer að koma. Við getum bara tekið eins og rannsóknir á hvernig við höfum breytt í forvarnavinnu. Ef við tökum tíma frá svona 2001 og til dagsins í dag, það hefur alveg ofboðslega mikil breyting, afgerandi breyting á því hvernig við höfum náð utan neyslu krakka, áfengisneyslu og reykingar auðvitað. Og þetta tók tíma, en það tókst með hlutum eins og samtakamætti, sömu skilaboðunum og svo framvegis. Hækkun sjálfræðisaldurs. Já, alveg rétt. Sem er náttúrulega líklega langstæsti þátturinn, einstakki þátturinn. Jú, alveg örugglega. Því að sumarið fyrir menntaskóla að krakka þessu börn eða þessu sjálfstæðir einstaklingar að breyti miklu. Alveg hárétt. Og nú höfum við þennan til 18 og berum ábyrgð þangað til. Þannig við þurfum líka að þora að setja sameiginlega línu og þá kemur aftur að þessu að vera hugrakkur faðir, en ég barnið mitt í bekk með 25 öðrum og félagsleg staða gríðarlega mikilvæg fyrir barnið mitt og þá fyrir mig líka, þannig að barnið minn líði vel þegar annars líði mér ekki vel. Það ef ég ætla að setja barninu mínu mörg með skjátíma, þá verði ég að fá backup frá restinum bekknum. Og á sínum tíma voru oft gerðir samfélagssáttmálar þar sem þú varst með útivistartíman og hreinu og svo framvegis og það gekk ágætlega. En það er erfitt í dag að fá, sameigilegt skref, hugrekki-skref, hafa áhrif á samfélagsmiðla. Og það sem ég held ég að sé líka erfitt, að það er að við tölum skjátíma og það er ekki langt síðan við vorum að tala skjátíma í tengslu við að horfa á þætti. En nú þurfum við bara að segja, barnið mitt með síma og allt kemur í gegnum síman á við þá að segja ég takmarki hversu mikið tíma barnið mitt hefur að símanum, þannig að þetta er bara flókið, virkilega flókið fyrir foreldra, en við verðum að vera hugur okkur þora, þá þurfum við að hafa bakland í einhverjum rannsóknum með einhverjum sem segir þetta er í alvörunum vond, eins og við sögum með áfengi, þetta er óholt. Segjum að við séum á foreldrafundi, þar sem við verðum að ræða þetta, og hvaða tillögu myndir þú leggja fyrir foreldrahópinn? Hvað ættum við að gera? Það sem að mér finnst mikilvægast að geta sagt að foreldrahópurinn getur stuðst við að eins og heimil og skóli að það eru viðmið. Segja eins og viðmið, ég hef bara ekki klára hvernig það sé komin ykkur ákveðin lína á skjátíma, að við sameinast og öllum að fylgja eftir viðmiðum frá eins og heimil og skóla. Að við höfum það svolítið backup, þetta sé ekki bara eitthvað sem mig langar því barnið mitt start hér. Þetta sé gerum þetta öll saman. Fáum eitthvað frá heimil og skóla til að koma að halda fyrirlestur og sumir að gera þetta og þetta er leiðin svo við stígum öll saman skrefi þá er þetta auðveldur að fylgja þessu eftir og þóra verið hugur. En nú það stór svona heimur, stór glugginn í stóran heim. Breytir það einhverju stórkostlegu ef að barnið í 6 tíma í staðin fyrir 7 eða 5 tíma í staðin fyrir 9 eða hvað, eða bara hver einasta klukkustund sem að barnið fær án skjásins bara sigur og alltaf betri. Já, ég held að það sé í kjarnanum rétt en það er þessi tími sem að fólk getur kannski svolítið þjappa sér bakvið og þessu hlutum tengist þetta að skólarnir þori að setja upp það er engin sími í skólanum, þú ert án símans í skólanum og það hefur alltaf verið að fjölga grunnskólanum sem segja bara við þurfum ekki síma og getur að hafa spjaldtölvur en þar getur þú kontrolluðar hvað þú ert að gera, þú getur haft áhrif á birtuna af skjánum og svo framvegis. En það að stoppa af skjánotkun í frímínútum til að mynda hefur áhrif á hvernig við leifum ungu fólki aftur að þróa með þessi samskipti og félagslega hegðun því hún mótast þar. Þannig það eitt og sér er mikilvægt og þá tölum við tíma þegar þú kemur heim að hvað áttu mikið eftir að skjátíma, segjum 4 til 6 tíma, að geta svolítið stýrt í. Þannig að einhvern veginn þurfa menn svolítið að þóra þessu og taka bara ákveðna afstöðu. Hvernig þarf að ná foreldrunum á skjánum? Af skjánum? Já, svo það heitt þú þarf að vera hugrakkur að þóra en þú þarf líka að þóla það sjálfur það getur verið flókið að því foreldrunum gamla þeir voru ekki drekkandi með börnum sinum þeir voru edru og börnum sem að drekka eða hvernig sem við horfum á það en við erum först í þessu. Þetta nú líka bara svona ópíum bæli það bara hver inn í sinni koju í sínum heimi Þannig að þetta er ekki eins og fyllirískrás. Nei, svo er það við. Kostur við áfengið að félagslegt. En það er vandamál líka að foreldrarnir eru á staðnum en er ekki á staðnum.
Já, sko, allavega það að þau eru alltaf fyrirmynd. Þú horfir á pappaðina, mömmuðina sem alltaf í hérna skjánum og þau alltaf segir þú megið það ekki, sko. Það er alltaf skrifskil og það er þetta standa bak við það. En svo auðvitað hitt, ef ég er alltaf við skjánum og ég er ekki að, sko, ég maður bara alltaf mjög skemmtilega í rannsókn þess að hún voru að, hérna, í þessum forvarnabransa að hvað það er mest forspárgildi það, hvernig krakkarnir héldu sér frá slæmum hlutum, það var samvera fjölskyldunar og samvera gekk ekki út frá því að hver seti sínu horni, þau voru að gera eitthvað þau voru að horfa saman á vídeo það var þeirri tíma þannig að við þurfum svolítið að horfa, ok, erum við saman hérna í kvöld og það er engin skjártíma barnið þá erum við ekki heldur og við komum eitthvað til gerðu eitthvað, förum og horfum á og það þáttu líka þóla að setjast niður og borða kvöldmáltíðina saman og ræða daginn algjörlega, sko það var eitthvað sem, og auðvitað á það alltaf að vera það á ekki að þurfa eitthvað samtaka mátti sem við bara leggjum frá okkur síman og við bara borðum saman, það nú getur verið flókið í nútíma samfélag þegar allir að hlaupa og ekki síst ungmennin sem eru að koma úr skólanum og fara á æfingar og það er bara þar kjarnælisfræðingar ná saman sko hvar hérna, fjölskyldan ætti að hittast saman akkurat. En við talaðum hérna tæknina en er einhver leitt hún afkvæmi eða hvernig við notum hana er afkvæmi menningarinnar okkar og það verið gaman að veltaði fyrir sér hvað hefði gerst ef að þessi tækni internet og fleiri hefði komið bara 1960 sko, hvort það hefði verið annars svipmót á því því að sömuleyti þá kemur þessi tækni inn í hápunkti einstaklingsíkjunnar og hérna og svona instant gratification þar sem að við erum svona trúum að við erum rétt á einhverju allra hápunkti geðlyfjanotkunar þar sem að við erum að leita svona líklega einhver leiti eða svona quick fix að breyta líðan okkar algjörlega þannig að ef þú tækir hérna tæknina þannig burtu, setum við ekki uppi með einhver svona mein í menningun okkar Já, það er góð spurning, sko. Það er góð spurning. Allir myndi ekki öll að unda bara til sjopp aftur að fyllir í 20 manna hópur og þá færi ég alltaf... Þú haldarsmannir? Já, þá myndi ég segja, biti, við þurfum að gera eitthvað þessu. Við þurfum að splitta þessum hópu. Því, talandi hugtök, sko, þannig 20 mann, sko, þegar ég var að byrja í mínum bransa, þá kom ég svona restina á, hérna, þegar við vorum með útidildina og þessa vinnu við það sprengju upp mitt hallarasplani, sko, því það var allt komið í einhverja vitleysu. Og í kjölfara því fórum við svolítið að vinna með að við vorum að brjóta upp hópamyndun og við erum svona alltaf að því við viljum ekki að krakkar fara að hópast saman hvort sem það er í Kringlu eða Firðinum í Hafnarfirði eða Mjóddinu núna frá við viljum ekki að þetta sé svona vegna þess að það kemur alltaf eitthvað slemt úr þessu en þá erum við samt farin að vinna í kross af því þá viljum við frekar að krakkarnir séu það bara heima sitt hverjum tölvunni og eru með Discord þetta tala saman og spila þar að leiðandi losnum við auknu hópamyndun og eruleikana þar þannig að við erum pingulítið alltaf í þessu ambivalent hérna, svæði í eins og við horfum á forvarnir og hvernig sem við skoðum þetta þannig að það er líka hitt sko. Það var kostur við að geta hanginu í sjoppu og gert eitthvað af sér því maður lærði alls konar þar maður lærði samhið, maður lærði hvernig maður dílaði við hérna, hlutin var svolítið afgreiti sko. Eitt í þessu sem að tengist þessu tímum eftir COVID þá lærðu við svolítið á okkar eigin hérna, reynslu að samskipti eru svona ólík að hittast eða ég veit ég hvort það muni eftir það voru allir að geðveikir á Zoom eins og það þótti vera sko frábærlausn í upphafi og það er svona skynjun á því að það er betra að hittast og tala saman svona heldur en að hittast í gegnum skjáin og svo að tala í gegnum síma eða tala síðan í gegnum einhver skilaboð á einhverjum samskiptum eða þá að ég er hættur að tala við þig og er bara að byrja að tala við einhvern það verður alltaf svona minni og minni ábyrgð í samskiptunum, minni og minni tengsl það er líklega ekki verið svona meira álag að þessu leiti hversu við verum í svo miklum samskiptum sem eru raunverulega ekki svona ég veit ekki hvort það sé betra að vera í svona samskiptum augliti til auglits þar sem að maður skynjar hérna, manneskjuna sem maður er að tala við Jú, ég held að það sé fleiri en bara orðin sem hún segir sko. Jú, því er náttúrulega þetta með þessu sjáum bara hversu grimm samskiptur á orðin og þau eru náttúrulega fyrst og fremst í því að þú þarft ekki að horfa í augun á þess sem þú segir ljótu orðin og það er svona hluti af þessum stóra vanda og það grassar alls konar leiðindi þar
og það vantar svolítið upp á þetta og það er svona horfið bara eins og með félags tómstundastarf yfirhöfuð svolítið þetta fáum krakkana saman og þau vilja þetta. Það er svona rauði þráður hóparnir sem að þú leystur upp já, akkurat, þannig maður svona maður vil svona, leysa upp hópa en höfum samt hópa, það sem við erum að hjálpa þeim að fá upplöð, því að það er svona, ef eitthvað þið búin að vera þráðurinn frá því að ég var bara að byrja þessu, það er það allir vilja tilheyra hópi og ef þú tilheyrir ekki hópi að þá upplifur við mikla streitu og bara eins og mér, þetta er bara eins og í dýraríkinu gerum tilheyrin og öpum úr sínum tíma þú verður að fá að tilheyra hóp getur verið ótrúlega þjáning hjá ungmennum ef þau eru félagslega einangruð. Já, algjörlega. Þetta verið og fullóttum, þetta bara hann kom Viðar Halldórsson talaði félagslega galdur, þú eru ekki að heyrða hann tala það að við mistum sjónur á því hvað gerist þegar þú gittist Einmitt. Herðu, en Haukur frá því elstum en muna að þá hefur fólk haft áhyggjur á ungu kynslóðinni að hún var að steypa sér í glötun með breyttum lifnaðaróttum. Gat verið áfengisneyslu og dóp, gat verið músíkin sem hún hlustaði á, hvernig hún klæddi sig eða hvort að strákarnir voru með sítt hár eða stelpunar án brjóstarhalda og hvort að fólki stundaði í kynlífi eða eitthvað og ég get haldið áfram endalaust. Það verið alltaf einhvern veginn litið út að þarna var ekki koma kynslóð sem væri bara að fara fram af bjarginu. Ég veit ekki hvort að niðurstaðan sé svo að alltaf björgu þessar kynslóðu sér einhvern veginn. Er það þannig? Já, ég held það. Já, mér finnst þessi krakkar, unga fólk í dag, það frábært. Og það sem ég ávið með því það sem hefur heppnast svo vel hjá okkur, við erum búin að búa til krakkar sem eru eins og skilnisík, þau eru fulla empatíu og gefa sig í að upplifa hlutina. Þetta er í stegin tilfinningum? Já, algjörlega. Að samaskapi á þess að segja bara nákvæmlega og verið tilbúin í binni og gera að samaskapi verður þetta svolítið mikið drama því drama náttúrulega þótt við nennum mikið drama það er dramasterk tilfinning og félagsleg tilfinning. Já, meinar að hann sagði þetta við hana og hún var að sagði þetta við hinn og eitthvað þetta allt. Og þetta og eins og konur er náttúrulega mun betur gefnar en við og eru í sífelldri þjálfun og meðan við einhvern sköllum bara hausum og það eru bara að æfa sig í þessu. En það sem mér finnst líka skipta svo miklu máli og horfum á þetta þannig að þau eru miklu betur að þessu leiti gefin ekki þá konu heldur bara við almenn séð en nú bara því ég í fréttum og leiðin að Guðni var að ræða máli við þá fyrir sunnan og var að fara þess yfir í bómullakynslóðina og það svolítið það sem við þurfum að sjá og við út af okkar ótta ég og þú þurfum að alveg bötun okkar við viljum ekki neitt slemt komið fyrir því líka vegna þess að við erum á þessu upplistum allar hættunar og ég man bara þegar ég var að vinna í þessu sínum tíma að þegar umræðan um incest kom upp og því ég held að það hafi verið grein í kríku 1980 eitthvað þegar menn fóru raunverulega að tala hvað var í kynferðislegt ofbeldi svo fóru menn að ræða einelti og þetta var allt bara barnsins tíma og síðan svona ógst þetta og sprakk upp og öll þessi umræðum einelti fósíðan í eineltis áallar og framvegis þannig við erum sem foreldrar pínkulítir hrædda kynslóðin sem að passa upp að börnun okkur lendir ekki í þessum hræðilega heimi og það svolítið hluti á þessu stemmingu þess vegna segja það að við verðum að vera hugrögg til þess að leyfa þessum börnum svolítið að bara fá að finna út úr þessu og vera til nákvæmlega, og andlega rispósin hér líka þannig að það að séu mikið kvíða þungli því ekki það allir að fara að farga sig og börn kunna að lappa upp og niður stiga algjörlega og læra það eiginlega bara á þess að þessi kenda það eru dæmi þess að börn detti niður stiga en það ekkit í samhengi við allar varnundar sem að fólk hefur til þess að halda börnunum frá stiganum þá eitthvað bara pinnildi börn algjörlega en þau kunna samanskapum, við gott að benda það að þau nýta sér það að við hlustum og sem tilbúin að leiðbina þau vilja að við segjum til og þau vilja bara að við hlustum og skiljum þau og leifum þeim að upplifa hlutina ekki það að við látum það sem þau upplifa að við upplifum svo miklu ótta að við þurfum að grípa inn í og varða leiðin það voru við orðin þroska þjóðar sem ekki gott til þess að vinna mútið þessu þá þarftu að hafa áhrif eiginlega á hugmyndir foreldranum hlutur sitt Já, svolítið bara gefa þér svolítið hugurkum að þú mátt draga línur, þú mátt setja mörg og barnið má alveg vera reitt og ósátt við það. Því það líka, ég verða að fá að vera reiður og þroskast við það.
skilur þessi dýnamík ekki vera hrædd við hann. Það var nú sagt hérna í þessar umræðu að börnum eru ofvönduð og þá dettur mann í huga að þau megi bara reka sig á. Já. Og það ekki alltaf að þú bjargar ekki endilega barninu með því að hindra það reki sig á. Nei. Þetta frekar að hjálpa því að takast á við að þeirra rekur sig á. Algjörlega. Það er einlega þess að læra að standa upp eða dettur sko. Já. Það er eitthvað svona kynslóðakenningar bandarískar sem ég man eftir sem þetta gangi alltaf í hring. Það eru afskiptalausa kynslóðin sem kannski kynslóðin okkar og það vissi við kannski ekki jafngamlir. Þess að maður var sendur út að leika og allt þetta. Og bannaði kom inn. Og þeirri kynslóð, það er svona kenningin eins og þetta gangi bara í svona 5 kynslóðarhingjum. Það er svo kynslóð sem að býr til ofvönduðu börnin sem að eru skapandi og en skortir kannski það sem er að kalla seglu eitthvað slíkt. Örugglega rétt. Þó þetta sé kannski svona kenning sem að minni mann svona svolítið á svona stjörnuspeki, þetta er í svona grófum myndum en þetta er svona eiginlega bara aðferð til þess að nefna hluti sem að við þekkjum í menningun okkar sko. Ekki, þetta er byggt á, þetta er svona bókmyndafræði frekar heldur en sko vísinda nálgun. Þannig það geti verið eitthvað svoleiðis. Það er líka eitt sem annað að þú kannski er það þannig að þegar fólk eignast börnin seinna að þá hættir en til þess að venda börnin meira. Að þegar börn eru eignast börn þá eru þau kærlaus. Hvað gott því? Hafa ekki vitað á þessu? Já, blessunarlega því að það er svo mikið mál eignast börn að það er ekki leggjað á neitt sem átt að sé á því hvað er mikið mál. Heldur það getið eftir árið að forðin séu eldri? Örugglega eitthvað til því sko. Og meðan að tengslin eru góð skilju að þú ert með einhvern sem að þennan caregiver sem við sletti sem að sinni þér og veiti þér þessa tilfinninguna nálgun þá er þetta ok. Það verst af í þessu öllu saman er það þegar þú ert með kalt foreldri sem gefur ekki þessa örfun. Það er þetta stóra. Hitt reddast allt, hvaða aðferðu notar eða hvort þú ofið að van, það er bara að þú myndir þessi djúpu tengsl, þannig skilning og ég er alltaf tilbúin að sem skiptir mestu máli. Það er kærleikurinn sem er ofar öllu. Basically. Og ef að barnið býr við kærleiksríkt uppeldi þá það er leiðin til þess að gera það sterkt og kærleikurinn er ekki alltaf ofendandi. Nei. Heldur er hann líka að treysti þér. Já, hann er svona leiðilegsi í gegnum lífið sérna sko. Ok, en ég upplifa mörgur sem ég tala við að það er svona tilfinning fyrir að eins og sé eitthvað skekkja í samfélaginu okkar og kultúr. Að fólki líður ver og við getum séð að alls konar hlutum og vikinni geðlyfjanotkun og í þessum rannsóknum sem að sýna vikinn kvíða og alls konar slíkt og jáfnvel þóttu við gerum ráð fyrir því að fólki er auðveldra með að tala um það að þá eru eiginlega flesti sem eru á því að við verðum eiginlega að horfast augu við að það er eitthvað að og þá er spurningin svona hvernig getum við brugðist við því að þetta ber ég skildu sem foreldri en svo er þetta líka eitthvað sem við eigum saman og þú talar að foreldrasamfélagið í vinahópi takir saman og setur reglur en það er líka eitthvað meira þar fyrir ofan það er eitthvað sem að tengis bara stóra samfélaginu okkar Er þetta eitthvað? Þetta er stór spurning sko en sko, svo reynir maður að horfa líka á hinningilin í þessu það er mér finnst svo gaman að horfa það er svo margt að gera til samfélagi núna sem er jákvætt því ég horfi þetta svolítið út frá í mínum bransa, ég vinn alltaf í líka þessum félagslega bransa og það bara þannig að það til dæmis það sem við verðum að gera með farsættarlögunum er eitthvað sem að við erum búin að bíða eftir í mörg herrans ár að einhver þori að fara í þetta og segja herri, núna setjum við upp reglífuna sem pínir öll þessi ráðuneyti og allar þessa aðla þess að vinna saman að heilt barna og verður síðan vonandi líka fullorðna. Þannig að við séum ekki búið til einhverju kerfi sem sendir bara á milli tilvísins. Við bara sinnum þessum sem komu upp. Og það mun skila sér í því. Hefði verið fjármagnað. Hefði verið fjármagnað, alveg sammála því. En ég meina konceptið. Í kerfum sem eru með fögur fyrirheit. Já, algjörlega. En ég meina bara það, við horfum bara út í jákvæð. Það er allavega að vera að hugsa í þessu átt. Og ef það gengur eftir, og vonandi verða það fjármagnað, að það munum við stíga fyrr inn í
áður en að vandin verður komið eða tökum úr stig að verði þriðja stigs vandi því það vandin sem vondur þegar komið börn sem eru komin í sjálfsíðshættu og sjálfskaða eða bara hvað nú hitt eitthvað sem við náum ef við náum að stíga saman ná í krökkunum þegar byrjaði að liða illa eða hvað nú og fullundu fólki vinna þessu bara saman það það sem við viljum sjá í samfélaginu það að segja þegar yfirhauðu eitthvað frávik pomp upp meira segja löggan farin að fá pening til þess að setja inn forvarnalögur aftur sem að tók mörg ára að fá það aftur inn og það frábært og svo frammi, svo það verið að breyta lögum þannig að heilbrigðiskerfið þarf að fara að tikka betur með öllum hinum þannig að fullt að koma hlutum og talandi börn sem eiga erfitt og peninga því ég veit að því ég ekki stofu og það kostar fullt af pening að koma til mér mjög alveg umulegt en sjúkratryggingar eru farnir að niðurgreiða viðtöl fyrir börn undir 18 sem koma í gegnum þá þriðju þjónustu og heilsugæsluna og það sama að gerast með fullundu fólk þannig að það eru teiknum að við séum að allavega að setja smá power í þetta En samt svolítið svona stjættarlegt ósanginni að hinn hefna meiri geta farið þarna og haldið sér við með því að koma til þín og meðan að hinn eigna minni og fátakari þurfa að vera eiginlega komin í mikil vanda á þess að fá að koma til þín. Algjörlega. Það bara eins og með allt. Ég menna sá sem hefur meiri pening en hefur meiri möguleika á sinna dýrar í tómstundum eins og það ekkert grín að setja barnið sitt í fimmleika. Það ekkert hægt nema að vera í fjölda pening. Og var búin að vera í fréttum oft og var núna bara í vikunni en einu sinni að það minnst notaður frístundastyrkurinn í hverjum Reykjavíkurborgar upp í Efra-Breiðholti þar sem lægstu tekjurnar og þar sem hæsta hlutfall innflytjenda sem bendir til þess að það kerfi ekki að virka til stuðnings fyrir þá sem að ofta hátíðstugum við höldum að það sé stuðningu við þau en raunverulega þetta ekki stuðningur við hérna illa settu og svo hópur sem ég bara því sem ég hef mestar áhyggjur af og það hópurinn sem eru raunverulega börn annar generasjón börn þar sé börn þessar einstaklingar sem kom frá Austur-Evrópu og að vinna hérna flott fólk sem að kemur inn og ekki búin á almennilega tökum á málinu og börnið eru ekki búin á almennilega tökum á íslensku og eru að falla þetta eru krakkatir sem skilja sig ekki inn í menntaskóla eins og hefur verið tekið upp og við erum að sjá þess að krakka í grunnskólanum verða utanvelta og þetta eru börnir sem við sáum fyrir kannski 20 árum síðan sem verðum vandræðunglingarnir þá, íslensku þetta eru nýju vandræðunglingarnir sem við náum ekki inn í svona utan við náum ekki inn til foreldrarna því þau komur öðrum kúltúr þegar við erum með tungumálið og svo framvegis og þetta eitthvað sem verður vera En ágallin náttúrulega kerfið sjálft grunnskólinn á að vera þannig að getur tekja á móti öllum börnum meðal annars börnum sem ekki fá stuðninga heiman til þess að við aðstofið námið og ekki hafa fullan málskilning stuðningað heiman þá verður skólinn náttúrulega bregðast við því og þurfum við getum bara bitið börni frá sér Nei, akkurat og þá þurfum líka að horfa á að það þarf að íslensku kennsla, þetta þarf bara að vera eitthvað sem og við erum einhvern veginn að gera hlutinni eins og Norrlundu voru að gera fyrir 20 ára síðan þetta algjört grundvöldar atriði að fólk hafi tök á tungumálum þá ég ekki segja að þetta sé eitthvað verið að bleima þeim fyrir að klára þetta því bara svona, ef maður horfið kalt á þetta ef ég kem hérna sem verkamaður frá Pólandi þá hef ég ekkert endilega verið að lesa mikið þessi þáttur af þeirra getu kannski lagari heldur en verkgetan og það þurfa að segja þau þurfa kannski meira til þess að geta náð tökum á tungumáli pluss það þetta fólk þarf að vinna mjög mikið til þess að hafa í sig á og það þarf að auka úrslensku kennslu til erlensverka fólk sem hinga kemur en svo það náttúrulega líka það ekki þannig að við getum varpa ábyrgðin á þau skólinn verður að átta sig að því það eru yfir 20% fólks á vinnumarkaði erlendir ríkisborgarar og það er ekkert langt okkur til að fjöldi barna í skólakjörunu fyrir að nálgast það en þessi krakkar mikið til hverfa eiginlega endanlega úr framhaldsskólanum og það komið hingað háskólakennarar og prófessorar sem eru að ræða mig og þau eru bara farnir áður að kemur að mér þá þetta búið að hrislast út úr skólakjörunu og við sjáum alveg hvar síðan þessi krakkar sem eru í þeim hópi hvar enda margir hverjir bara gríðarlega sóun á fólki og fyrir samfélagið að missa þetta fólk út í samfélaginu það verður bara þetta gengi við erum bara að horfa á Svíþjóð fyrir kannski við sáum það bara í bankasteytinu þetta er strax komið ákveðna kristallisjón á
hverju gerir hvað og ef þú leitar að fyrirmynd, ef ég var í þarna foreldra sem var í þarna, hvar finn ég fyrirmyndina? Eina fyrirmyndin sem þú áttur að krakka sem í einhverjum vandram og við þurfum að byggja upp þessa annarri gerðsjón. Þú ert ekki velkomin inn í hinn heiminn. Þú ert ekki velkomin inn í íþróttahreyfinguna eða í framhaldsskólan, en þú ert velkomin þetta. Já. Það er svona að þurfum að gera þau velkomin með því að fá góðar fyrirmyndir. Einhverjar sem eru búin að ná þetta góðum og segja, við viljum fá okkur inni. Það er það sem liggur fyrir ef við ætlum að koma í veg fyrir að við lendum bara í vandræðum sem við erum reyndar að byrja. Og það getur öll gert. Haukur, þú segðir okkur inn á eiginlega annað mál, ekkert síður mikilvægt, sem er staða barna af erlendum uppruna í íslensku samfélagi og íslensku skólakerfinu og hvernig skólakerfið mætir þeim. Við höfum rætt við foreldra barna sem eru brún eða öðrum litaræti og þau hafa talað algjöra vangetu skólakerfisins til að taka á rasisma og öðru slíku. Þannig að kannski grunnkerfin okkar eru ekki undirbúin það samfélag sem er þetta. Nei. Og er að ströggla og þegar það gerist þitt besta, þetta er bara við erum svolítið að læra á hlaupum. Og það verður svolítið að vera svolítið sameilt verkefni okkur alltaf að vera þóra að segja, býtu, ef við gerum þetta öðruvísi, hvar þarfum við að fá backup í þetta og vera hugur okkur við að þóra að skoða þetta eins og þetta er. Þetta er engum að kenna, þetta er bara verkefni okkar alltaf. Og verðum að horfa sögu við stöðuna. Algjörlega. Herðum, Haukur, frábær lokaorð, takk fyrir að koma hingað að tala vanlíðan og ekki vanlíðan og þú ánægði með ungu kynsluna. Ég er rosalega ánægður, þetta eru ofsalega flotti krakkar og þið líður aðeins fyrr og við þurfum bara að þóra að stíga dansið með og hlusta. Ok, kæra þakkir. Við ætlum að snúa okkur að næsta máli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.